Einar, verður að segja sem sér bara virkilega flottur sigur hjá ykkur í kvöld. Valsararnir áttu miklu erfiðleikum við að svona bæði að komast á körfunni og fá opinn þriggjastaðaskot. Fyrsti þristurinn þeirra dettur eftir tæpar 27 leikmínútur. Hvað voru þið að gera vel varnarlega? Já, bara góðir punktar. Við náttúrulega gerðum okkur alveg grein fyrir því að móti þessu hæfileikaríka liði þyrftum að spila öflugan varnarleik. Við vorum í smá vandræði með Cardoso í startið og Kristoffer náttúrulega erfiður svo sem bara venjur samkvæmt. Mér fannst því svona ná að laga það sem að Busquets fór í rúlluna hans á hringinn í síðari hálfleik. En í sambandi við skotmenn, náttúrulega bara settum við áherslu á það að gefa ekki opin skot. Þeir voru svo sem að leita mikið að teika róleik en samt, við gerðum vel í að vinna close-out þegar þeir voru að skipa boltar á milli vængja og bara mjög ánægður með varnarleikinn. Það búið að vera hátt skor svona almennt í deildinni þessa mundir, þannig að halda þessu öfluga lið í 76 stigum á þeirra heimavelli, ég er virkilega ánægður með þá. Já, ég var hrifinn af vörnin ykkar á pósturinn þegar þetta er með ákveðna hæða á ykkur á svona sumstaðar og þið sem voru svona, hélduð ykkur svolítið heima, þið voruð ekki að hjálpa mikið. Var það með þetta líka? Já, það bara, við vissum að það er erfitt en eins og ég talaði bara við Loga og Veigar að vera að dekka mögulega Pavel þegar hann var í þristunum að þetta væri mikill hæðamunur og allt það, við erum bara að treysta á öfluga vinnu þar og það tókst bara vel, þannig að ég er bara mjög sáttur. Það er svona harkalegt schedule en kannski bara síðustu, Antonio Hester á alveg frábæra leik í dag eftir kannski leik sem hann hefði viljað gleyma síðast, var svona, ekki alveg hvernig ég á að spyrja að því, hann var bara virkilega vel stemdur hérna í dag. Já, bara virkilega gott hugarfar og svona kannski eins og við töluðum að kosturum við það verið í þessu mikla álagi að þegar að leikur tapast og menn eru vonsviknir og við erum kannski vonsviknari þegar við náum ekki betri frammistöðu okkar heimavelli á móti erkjónum þá var ekkert erfitt að gíra menn upp í það, þó að það væri bara dagur á milli og ég bara virkilega ánægður með hvernig hann steig upp í dag og liðið í heild. Vel gert, til hamingju með sigur. Takk hérlega.